Hér þurftu keppendur fyrst að fara upp, síðan að fara niður í hliðarhallann og svo upp aðra brekku í fyrstu þraut. 3 þrautir í einni. Og Þorsteinn Einarsson stoppar hér á kantinum. Það er aðeins 255 stig. Ára Sigurður Jónsson. Já. Þetta er ómikið higg, 70 stig. Ingjaldur Ragnarsson á Bronco. Skot til. Heimamaður. Og nú er bara að safna kjarki til þess að dempa sér hér fram að brúninni. Já, hann missir nú loft hér úr hægra framhjóli, bjargar sér úr veltu. Þrátt fyrir það. Þetta var Ingjaldur Ragnarsson. Það voru 6 keppendur skráð til leiks, en aðeins 4 hófu leikinn. Guðmundur Sigvaldason og Árni Pálsson voru ekki mættir. En hér er hins vegar Ragnar Skúlason. Ragnar Skúlason og Þorsteinn Einarsson berjast Íslandsmeistaratitilinn í þessum flokki. Þorsteinn fór ekki upp hér í fyrstu þraut, fékk 255 stig. En Ragnar fær 270 stig. Þannig að Ragnar tekur forystuna hér strax í fyrstu þraut og við sjáum Ragnar hér í annarri þraut. Það var eins og í fyrstu þraut, tvöföld þraut raunverulega, fyrst hliðarhalli hér og síðan upp mjög lausa mold, 215 stig fær hann. Þorsteinn. Fyrir 500 hestafla bílar, 180 stig fær Þorsteinn og Ragnar eykur forskot sitt, kom með 485 stig, 50 stiga forskot og við erum komin strax í þriðju þraut. Og Ingjaldur fer hér fyrstur, upp mikinn hliðarhalla og síðan að koma niður aftur og beygja hér til vinstri séð frá honum, hægri frá okkur. Þessi bíll er mun minna breyttur heldur en bílarnir hjá Ragnari, Sigurði og Þorsteini. En eins og sjá má þá hefur áhuginn á þessum götubílaflokki snarminnkað undanfarin ár. Keppendur hafi verið 5, 5 og núna 6 en aðeins 4 hófu keppna í þriðju umferðinni. Og spurning hvort ekki er kominn tími til þess að breyta þessu og leyfa til dæmis keppendum í götubílaflokki að nota skófludekk. Það væri mun skemmtilegra á að horfa. Og þá er það Ragnar Skúlason í sinni fyrstu veltu í keppni. Það er eins og að Ragnar trúiði ekki að bíllinn geti oltið hér, en hann gerir það nú samt. Hann fær aðeins 15 stig og þar með eru möguleikar hans á fyrsta sætinu ákaflega litlir í þessari keppni. Hann var kominn 50 stiga forskot á Þorsteinn Einarsson og Þorsteinn sleppur hér við veltu og nokkuð ljóst að hann tekur forystuna hér í þessari þraut. Hann tapar nú talsverðum stigafjölda hér á því að stoppa og fara síðan yfir þessa dekkjarhrúgu og fær því aðeins 150 stig þegar upp var staðið. Þannig hann náði ekki því forskoti sem að sýndist í upphafi þrautar að hann myndi ná. Og hér eru við í fjórðu þraut, Ragnar fór fyrstur fyrir 300 stig og þá verður Þorsteinn að fara upp og fá 300 líka sem hann gerir með miklu herfylgi og það munar á þeim 85 stigum hér. Sigurður Þ. Jónsson fer ákaflega stutt í þessari þraut sem og Ingjaldur Ragnarsson þó hann færi heldur lengra. Það er 5. og næst síðasta þraut. Og þetta er fyrsta stigahliðið. Það er að segja að hér ætti Þorsteinn að vera að koma með það bil 60 stig
Vantar talsvert á það að fá fullt hús. Hann stoppar hér í þessum sandi og bleytu, má bakka alltaf bíllengd og tapar við það 30 stigum. Skrúar frá nítróinu og heldur áfram og klárar. Aðallega gert 250 stig. Því það Ragnar á möguleika á að minnka muninn ef hann fer alla leið upp. Nei, 180 stig og nánast útséð úrslit hér. En það kom þá daginn. Þorsteinn Einarsson sigraði með glæsilegum akstri í tímaþrautinni, fékk 300 stig af 300 mögulegum og lauk keppni í fyrsta sæti með 1435 stig. Og þá höfum við úrslitin hér. Þorsteinn Einarsson eins og áður sagði í fyrsta sæti og nú hafa torfærumenn gert hlé á keppnistímabilinu fram í miðjan ágúst.